Nú ætlum við að skoða aðeins einslögun. Við byrjum á mjög einföldu dæmi. Einslögun virkar þannig að ef við erum með tvo einslaga þríhyrninga þá er sama hlutfall á milli hliðanna. Við reiknum þetta þannig að við segjum x sem er hliðin sem er spurt um, deilt með sömu hlið hinum megin sem er 8, er jafnt og hlið í sama þríhyrningi og x sem er 2 á móti sömu hlið hinum megin. Svo reiknum við þetta bara út frá algebrureglu, við margföldum með 8 báðum megin, þá styttist það út hérna. X er jafnt og 2 sinnum 8 deilt með 4. X er jafnt og 4. Við getum líka farið aðra aðferð sem er að segja x deilt með 2 er jafnt og 4 deilt með 8. Það er að segja, þessi hlið deilt með þessari er jafnt og þessi hlið deilt með þessari. Þá lendir sama hlið uppi og hin hliði niðri. Það breytir ekki alveg öllu hvor aðferðin þið notið. Það sem skiptir öllu máli er að þið vitið hvor aðferðin þið ætlið að nota og venjið ykkur á að nota alltaf sömu aðferð. Það minnkar líkurnar á. Hérna þetta er svipað dæmi, x deilt með sömu hlið í litla. Þetta er í rauninni nefnilega 2 þríhyrningar. Hérna borgar sig jafnvel að teikna þá. Þessi stóri lítur svona út. X og 6 er það ekki. Og litli lítur svona út. 2 og 3. X deilt með 2 er jafnt og 6 deilt með 3. Þá fáum við x er jafnt og 6 sinnum 2 deilt með 3. X er jafnt og 4. Stundum snúa þríhyrningarnir ekki eins. Hérna sjáum við dæmi þar sem að við fljótt á litið, við bara reikna x og reyndar setu líka, að þetta virðist vera sama hliðin. Þá væri þetta ekki hægt. En þetta er ekki sama hliðin, þeir snúa ekki eins. Skulum byrja á að reikna x. X deilt með hlið í sama hlið hinum megin og x-ið er 1 merki í ekkert merki. 1 merki í ekkert merki hérna er 12. Deilt með hlið í sama þríhyrningi og x og nú þurfum við að passa að vera með hlið sem er gefin báðum megin. Þá þurfum við að finna hliðina sem er á móti 10 í þetta. Hér úr 2 merkjum í ekkert. 2 ekkert, það er 4. 4 deilt með 10. X er jafnt og 4 sinnum 12 deilt með 10. X er jafnt og 4,8. Þá reiknum við setuna á nákvæmlega sama hátt. Seta deilt með, það er úr 1 merki í 2. Deilt með 3. Jafnt og 10 deilt í 4 sem er hin hliðin úr 2 í ekkert. Og seta er jafnt og 10 sinnum 3 deilt með 4. Seta er jafnt og 7,5. Þá er þessu lokið.